Já, takk fyrir. Ég minni á að það eru formlega breytingartillögur að koma eða skriflegar, en næstur á mælendaskrá er Katrín Fjeldsted. Fundarstjóri. Við vorum að fá þetta plagg í hendurnar, starfsreglur stjórnlagaráðs, og ég þakka fyrir góða yfirferð hjá þeim sem kynnti skjalið fyrir okkur og fagna því að þetta er að taka á sig nokkuð skýra og skilmerkilega mynd. Mér finnst hins vegar það mikið keppikefli að við náum saman niðurstöðu þessa stjórnlagaráðs að ég er kannski ekki eins upptekin af mögulegum niðurstöðum kosninga einstök ákvæði. Ég held að við verðum að muna það hvað það skiptir miklu máli fyrir okkur að skila frá okkur sameiginlegum niðurstöðum. Það er að segja einu heilsteyptu frumvarpi sé það mögulegt. Ég vildi kveða mér hljóðs til að fagna líka þessu jafnréttisákvæði sem er í innganginum. Mér finnst það mjög vel orðað og í annarri grein að með val á formann og varaformanni í nefnd og nefndum sé líka hugað að því að jafna hlut kynja. Og svo er ég við eina stutta breytingartillögu. Það er nú mín sérviska að kannski við það hafa lesið Læknablaðið nokkuð oft, að þar ægir saman gjarnan nafnorðum og fyrsta nafnorðið gæti verið í nefnifalli og svo fylgja nokkur á eftir sem eru allir í eignarfalli. Og ég hnaut slíkt hérna í 10. grein og mig langar til að bera fram breytingartillögu við þá setningu. Það er annar málsliður og það segir þar: stjórnin getur sett reglur form og meðferð erinda og umsagna og tilhögun heimsókna gesta. Þarna eru 8 nafnorð í einni lítilli setningu. Og þarna undir lokin eru 4 nafnorð í eignarfalli. Mig langar til að breyta þessari, altså niðurlagi síðustu setningarinnar. Það sem segir meðferð erinda og umsagna og tilhögun heimsókna gesta og fækka eignarföllunum og segja og meðferð erinda og umsókna svo og hvernig heimsóknum gesta verði háttað. Það sé sett svona mannamál. Það var ekki fleiri bili.